Komið í sæl. Nú segjum við skilið við frumtölur í bili, en við ætlum að kynnast nokkrum reglum sem að nýtast okkur síðar með í algebru, en þetta eru líka reglur sem að geta nýst við hugarreikning. Og hugarreikningur er einmitt aðalatriði hér, því að næstu 2 kafla í heftinu eigið að reikna eingöngu í huganum, semst án vasareiknis. Byrjum á að skoða reglu sem að heitir víxlregla. Hafið einhvern tímann prófað að reikna þetta dæmi? Ég vonandi. Svarið hérna liggur í augum uppi, það er 9. En hvað gerist ef að ég reikna dæmi sem lítur svona út? Jú, hókus pókus, sama svar. 5 + 4 eru 9, 4 + 5 eru líka 9. Og spurningin er, ætli það sé alltaf svona? Ætli það gildi fyrir allar tölur í samlagningu og ætli það gildi fyrir allar reikniaðgerðir, samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu. Þið fáið að kynnast því aðeins í heftinu þegar þið farið að reikna þar. En að minnstakosti fyrir samlagningu þá sjáum við að við megum víxla tölunum. Það er að segja að skiptir ekki máli hvor talan er á undan, hvort það er 5 + 4 eða ef ég víxli svo hef 4 fyrir undan eða fyrir framann og gerir +5. Svarið er í báðum tilvikum 9. Þetta er semst regla sem kallast víxlregla og hana má orða svona: í samlagningu skiptir ekki máli hvor talan er á undan, útkoman er alltaf svo sama. Og hvað á ég við með þessu hérna A og B? A + B er sama og B + A. Það er nefnilega þannig að þegar við erum að nota bókstafi í reikningi, að þá standa þeir fyrir hvaða tölu sem er. Þannig að þessi regla hérna er að segja okkur að alveg sama hvaða tölur við setjum í staðinn fyrir A og B, það skiptir ekki máli hvor þeir eru á undan. Talan sem stendur fyrir A-ið eða talan sem stendur fyrir B-ið. Útkoman er alltaf svo sama og þetta er regla sem kallast víxlregla. Og þá getum við skoða dæmi sem að útskýrir hvernig við notum þessa reglu. Hún er ekki bara til skrauts. Ef við ætlum að reikna í huganum 178 + 43 og +22, þá er það svo sem ekkert óyfirstíganlegt. En við getum gert þetta aðeins þægilegra fyrir okkur ef við beitum víxlreglu á þessar 2 tölur hér. Það er að segja víxlum tölunum og skrifum þetta upp aftur. 178 + 22 + 43. Þetta passar svo vel saman. Við sjáum strax að út úr þessu fáum við 200 og síðan getum við bætt 43 við. Þannig að svarið við upphaflega dæminu er þá 243. Þannig að með því að víxla tölunum þá gerum við þetta þægilegra fyrir okkur að vinna með í huganum. Kíkjum á eina reglu til viðbótar sem að kallast dreifiregla. Við getum notað hana til að margfalda í huganum og gera það aðeins einfaldara. Og það má eiginlega segja að við séum að dreifa margfaldinu. Hér erum við að margfalda töluna 123 með 5 og talan 123 skiptist upp þannig að það er 100 og það er 20 og það er 3. Og allt þetta er tiltölulega einfalt að reikna í huganum. 5 × 100 eru 500, 5 × 20 eru 100, 5 × 3 eru 15. Þannig að lokasvarið er summan af öllu þessu. 500 og 100 í viðbót, það er 600 og svo 15 í viðbót, þannig að lokasvarið 615. En þetta er það sem ég ætlaði að segja ykkur frá í dag og nú fáið þið að spreyta ykkur sjálf. Takk.